Og þá komið að sjötta dagskrá að Akureyrarflugvelli fyrst starfstöð þyrlu Landhelgisgæslunnar og ég bið varaforseta að taka við stjórnum og gefa mér orðið. Þegar bæjarfulltrúi Halla Björk Grétarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara að viðurkenna það alveg hér strax í upphafi að ég hef ekki gefið mig mikinn tíma til þess að undirbúa þetta mál. En þetta ekki nýtt. Þetta ekki nýtt í umræðinni. Það að segja möguleikin á því að þyrla verði staðsett hér á Akureyrarflugvelli staðbundin og til frambúðar. Þingsályktunartillaga var lögð fram hérna fyrir nokkrum árum síðan en ekki tekin til umfjöllunar og ekki afgreidd á þingi. Þannig að nú tilefni til umræðunar aftur svo að það hafa nokkur þingmenn tekið sér til og lagt fram þessa þingsályktunartillögu að nýju. Og hana hafa komið ýmsar umsagnir sem lúta nánast allar að því, allavega svona þegar maður horfir yfir það sem maður vill taka mark á og auðvitað hendar okkur við sem svæðisborg og gerum okkur gildandi sem svona útvarðar landsbyggðarinnar að efla þjónustu á þessu landsvæði. Að þá langar mig með leyfi forseta að lesa upp frá það sem kemur frá Landhelgisgæslunni en þau segja Landhelgisgæslan áréttar að stofnunin telur að föst starfstöð björgunarþyrlu á Akureyri yrði stórt framfaraskref viðbragðs, öryggis og eftirlits og björgunarmálum þjóðarinnar. Með því myndi neyðar sjúkraflutnings og viðbragðsgeta við íbúa Vestfjarða, Norður og Austurlands og sjómenn stóraukast. Einnig myndi þjónusta við ferðamenn á hálendinu batna til muna. Landhelgisgæslan bendir enn fremur á að aukin viðbragðsgeta myndi styrkja getu stofnunarinnar til að sinna öryggis og varnartengdum verkefnum. Landhelgisgæslan áréttar að kostnaður vegna verkefnisins veltur á kröfum þjónustustig. Því þurfa að liggja fyrir frekari forsendur það hvert þjónustustig eigi að vera við mat á mögulegum kostnaði, auk þess að tryggja þar fjármagn vegna viðbótu kostnaðar sem hlýtist af því að hafa þyrlu tæka á Akureyri. Það hefur verið mikil uppbygging á síðustu árum hérna á Akureyrarflugvelli, bæði hvað varðar flughlað og aðflugsbúnað og svo framvegis. Og þetta eitthvað sem við vitum öll hér setjum inni. Það liggur fyrir að til þess að koma starfstöð og þyrlu sveit fyrir á Akureyrarflugvelli þyrfti að útbúa lóðir við nýja flughlaði. Það að sjálfsögðu kostar pening. Við höfum vorum á síðustu árum hérna í viðræðum við Ísavía einhvers konar leið, hvort að við getum stutt við sem sveitafélag getum stutt við þá uppbyggingu og var umræðan snerist að falla frá gatnagerðargjöldum. Og það eitthvað sem við sögðumst bara verið jákvæð fyrir að skoða en hefur ekki verið líkt til lyktalegt. Það síðan svona þegar maður í upphafi kjörtímabils núverandi ríkisstjórnar þá kom fram vilji hjá forsætisráðherra meðal annars að hér yrði staðsett þyrla. Og við gripum þetta auðvitað á lofti og spurðum frekar málið. Og það kemur fram líka í stefnu þessar ríkisstjórnar að þau hafa sett fram vilja til þess að verja 1,5% af landsframleiðslu eða það bil 77 milljörðum árlega til öryggis og varnarmála. Það liggur því beinast við að hluti þess fjár verði veitt til þessa verkefnis. Þetta hlýtur að falla eins og flís við rass við þessa stefnu. Þess vegna langar mig að lokum, svona áður en ég sleppi þessu orði að ítrykka það að við erum held ég öll einhuga að hvetja ríkisstjórnina til þess að vinna að þessu verkefni, nýta hluta þessa fjármuna í að koma hér upp þyrlu starfstöð og legg hér til bókun sem hljóðar svo. Bæjarstjórn Akureyrar telur brýnt að þyrla Landhelgisgæslunnar verði staðsett til frambúðar á Akureyrarflugvelli. Slík staðsetning lykilatriði að tryggja jafnt aðgengi landsmanna að bráðaþjónustu, leitar- og björgunarþjónustu og öflugum viðbrögðum við náttúru og almannavá.
Stjórnvöld hafa boðað aukin framlög til öryggis og varnarmála og því eðlilegt að hluti þess fjár renni til uppbygginga þyrluþjónustu á Akureyri. Landfræðileg staða bæjarins gerir hana skynsamlegum og hagkvæmum kosti þar sem viðbragðstími til byggða, hafsvæða og hálendi styttist verulega. Það bæði réttlætis og öryggismál að tryggja fasta þyrluþjónustu á Akureyri í þágu íbúa, atvinnulífs og samfélagsins alls. Þakkum bara fyrir að þetta finnst fyrir gefin aftur stjórnarfundunum. Takk fyrir það, orðið laust. Sem enginn hefur hvað sér hljóð þegar geta samþýtt bókunum, gefum merki. Það öll. Takk fyrir það.